Komið sæl og blessuð, Björgvin Páll ég. Mér langar að ræða ykkur öndun, en öndun hefur verið týnda púslið í mínu vopnabúri gegnum tíðina. Byrjaði aðeins á stuttu mig, ég er þekktastur fyrir að vera handboltamaður. Það mikilvægast sem ég gerir hins vegar ég er eiginmaður og faðir 4 barna og er með frekar skringilegt skilsett. Ég er síðast menntaði bakari, búið með viðskiptafræði, alls konar þjálfaragráður og svona síðgastu hef ég öðlast nýtt vopn sem tengist öndun, en ég er öndunar leiðbeinandi líka og öndunar þjálfari. Til að byrja með þá kynntist ég öndun fyrst í gegnum mitt ferli, mín bókarskrif, mitt bataferli, þar sem ég lenti á ákveðnum botni, ákveðin kulnun, ofsakvíðakast og alls konar þannig vesen sem ég held að ykkur hafi lesið í bókinni mín án filters. Þannig kynnist ég önduninni fyrst og síðan átta mig á mættar öndunar svona þegar ég fór að líða á, tengt á handboltanum, tengt fyrirlesturum og bara tengt veljan yfir höfuð. Þegar kemur öndun þá er að fyrsta sem við erum að átta okkur á er hvernig við erum að anda. Það er meðvitundin hvernig við öndum og hversu skilvirk öndun okkar er. Við getum fundið út úr því hversu skilvirk öndun okkar er með því að taka boltskor, heitir það. Það heitir Body Oxygen Level Test sem að stýrt það haldi í sér andanum og það gerum við þannig að við öndum inn, öndum út og grípum fyrir nefið okkur. Sá tími sem við náum að halda ykkur andanum merki þess hversu skilvirk öndun okkur er. Við höldum ykkur andanum bara þangað til það er óþægilegt, ekkert að pína okkur. Þegar líka með kallar af öndum, þá öndum við aftur. Þannig að gengur þannig fyrir sig, höldum andanum í okkur, prófum þetta einu sinni inn, út og grípum. Þið haldið áfram, eins lengi að þið getið. Og þetta tól og þessi tala sem við munum fá út úr þessu er ákveðið, svona milestone, ákveðin svona staður sem við erum stadd þegar kemur að skilvirku öndun. Ef að tíminn er 0 til 10 sekúndur, það er þar sem að kvíðinn lifir, það er þar sem að astminn lifir og mörk skilvirkur öndunar liggja í þessum 25 sekúndum. Þannig að ef þú komst ekki í 25 sekúndur, þá er að gera að byrja að vinna í þessu að laga öndunina, en við viljum helst ná 40 sekúndum. Þetta er próf, þetta er test sem að mælir næmni á uppbyggingu á koltvísýringi sem ég ætla ekki að þreyta ykkur með núna. Heldur langar með aðeins að auka meðöndun ennþá meira hvernig við getum lagað öndun, hvernig við getum gert hana skilvirkari og við áttum okkur á þessum mýtum sem hafa kannski verið í gangi. Eins og að, hvernig anda ég? Anda með munnum, anda með nefinu, því að munnurinn er ekki til að anda með, og það er fyrsta verkefni okkar. Og eins að átta á því hvort maður andi lóðrétt eða lárétt. Og það er svona það sem ég legg áherslu á fyrst í að það að anda lóðrétt, þá erum við að anda oft grunnt, þá erum við að anda í bringuna og þá þýðir það við sem andast upp og niður. Þá þýðir það við sem að lyfta öxlunum og hérna liggur svolítið streitan. Hérna erum við að anda grunnt, við erum að anda ofan í axlirnar og við lyftum svona, við hreyfum ekki með öndunni. Þegar við öndum lárétt, þá er það þannig að við öndum ofan í magann og þá fer maginn inn og út, öndum ofan í þindina og þá er það svona. Bringan lyftist ekki, maginn út og inn, þá erum við láréttir andar. Þarna er munurinn á lóðréttum og láréttum öndunum. Skoðið á sjálfur pælda eins í þessu. Eins þegar við tölum að anda djúpt, það er einhver stærsti misskilningur sem ég hef orðið vitna þegar kemur að öndun og svona stressi, kvíða á þessum hlutum, því að ef ykkur segir þér að anda djúpt, þá spyrir hvað gerir þú? Flestir, ef ekki allir nánast, gera svona. Og það sem maður er að gera þarna er að anda mikið, þið sjáu ég það gæsáð, þetta anda ég mikið, ég anda stórt og ég er ekki að anda djúpt, því að anda djúpt þýðir ekki að anda stórt, það þýðir anda niður. Anda djúpt þýðir anda ofan í maga, ofan í þindina og þannig öndum við mitt ofan í þindina og öndum á þennan hátt sem ég sýndi ykkur á. Þannig að þegar eitthvað segir við ykkur andaðu djúpt, slakað á, þá þýðir það að hægja önduninni, það þýðir það að anda með nefinu og anda ofan í maga. Það sem að öndunaræfingar gerði fyrir mig, meðvitundin var eitt, en þessar öndunaræfingar sem ég hef verið að vinna með, ég geri fjöldan allan æfingum, hvort sem það er tengt æfingum eða fyrir fyrirlestra eða fyrir handboltaleiki eða eftir handboltaleiki, eftir æfingar, heima með fjölskyldunni, hvað sem er fyrir svefnin, að það sem það er að gera fyrir mig þessar öndunaræfingar er að það færa mig svolítið upp og niður í streituskalann. Þannig ég svolítið hef betri stjórn á minni líðan og oft er það bara öndunin sem er off þegar ég kannski er kvíðin eitthvað sem það er. Mér að byrja með á einni öndunaræfingu sem að ég nota hvað mest. Það er kassaöndunin, vegna þess að kassaöndunin er mjög
þægileg öndun að gera. Kassaöndun þýðir í rauninni að við öndum í kassa. Þá öndum við í 4 sekúndur inn, höldum andanum í 4 sekúndur, öndum í 4 sekúndur út og höldum andanum í 4 sekúndur. Þarna erum við að taka allar 4 víddur öndunar, innöndun, útöndun, haldist andanum bæði á tóm og fullungu. Það sem það gerir líka er þetta býr til ákveðna ryþma og í rauninni erum við að anda minna. Og það er yfirleitt lausnin þegar það kemur að öndun og líða betur og átt að segja því að við erum öll að anda aðeins svo mikið. Þess vegna það að anda minna minnkar öndunartíðin okkar og það lækkar púlsinn okkar og kemur okkur í slökun. Gerir allt aðeins þægilegra. Þannig að byrja því að taka nokkrar sekúndur, nokkrar mínútur af kassaöndun. Sveiðþreyttir fætur toga hvern annan í takt. Eftir ein breiðum vegi sem liggur í öfuga átt. Gróðurinn grætur og þögninum segir svo margt. Allt síðan tekið samt svo mikið og satt. Ég sver að grasið var grænna og fjarlægðin hér nú. Allt svo litlaust og grátt. Ég get leitað og leitað fram að heimsend og út og gefið allt sem ég átt. Því að heimsand falleg en ekki fallegri en þú. Hvernig augun þín glitra eins og hafið satt djúpt að það stingur í hjartað að vita ég sé of sein. En ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þá veist að ég kem aftur heim. Reyna að telja mig trúum að margt sé mér kært utan þín. En það gengur svo hægt því þú kemur strax aftur til mín. Ég sver að grasið var grænna og fjarlægðin hér nú. Allt svo litlaust og grátt. Ég get leitað og leitað fram að heimsend og út og gefið allt sem ég átt. Því að Esjan falleg en ekki fallegri en þú. Hvernig augun þín glitra eins og hafið satt djúpt að það stingur í hjartað að vita ég sé of sein. En ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þá veist að ég kem aftur. Kem leið aftur heim. Kem leið aftur heim. Kem leið aftur heim. Ég tók þessa öndunaræfingu með ykkur, þó þetta sé ekki
margar sekúndur, ekki margar mínútur, að þá strax líður mér betur. Þá strax tala ég aðeins hægar, aðeins skýrar og það vegna þess að ég að færast aðeins yfir í sefkerfið, lífið verður aðeins þægilegra, svona fyrirst að vera aðeins þægilegri og þess að nota þessi æfingu mjög mikið, það er auðvelt, svona vopn til að grípa í þegar maður er stressaður, kvíðinn, hvað sem það er, því hún kemur náttúrulega núlið. Ef maður er þreyttur og þarf aðeins að gýra þessu upp, þá getur þetta virka sem ákveðin, svona peppæfing þar sem aðeins svona nærð önduninni og næði aðeins betur fókus, en ef þú ert kannski stressaður að kvíðinn fyrir handboltaleik, fyrir fyrirlestur, fyrir próf, hvað sem það er, að þá kemur þetta aðeins niður og nær aðeins betri slökun. Tengt þessu, sem talaði áðan 4-4-4-4, þá er öndunar önnu sem ég er rosa mikið með í heilunum og það er 4-6. 4-6 er nýja faðirvorið mitt og lýsir sér þannig að 4-6 eins og kannski ykkur vatn sá, 4-6 tíð þá, ég andi 4 sekúndur inn og 6 sekúndur út. Slík öndunaræfing gerir það verkum að ef við öndum lengur út heldur en inn, þá slaknar á kerfinu okkar. Þá fyrir við þessi í sefkerfið, púlsinn lækkar og þá er það mjög áberandi að andi 4 sekúndur inn, 6 sekúndur út, að sérstaklega á kvöldin, þess vegna kalla ég þetta nýja faðirvorið mitt, er að þá fer aðeins hausinn á andra heldur en bara ofvöxtanirnar. Þannig ef ég kannski að þess vegna kalla þetta faðirvorið mitt vegna þess að faðirvorið mitt kom mér gegnum æskuna, berskuna, svo hætti ég á einhverjum tímapunkti og byrja að gera þessa öndunaræfingu í staðinn og það átti að maður þetta er bara nýtt faðirvor. Það sem að faðirvorið gerir fyrir mér sem krakka var að koma mér inn í sefkerfið, búið til rútínuna, taka hausinn af gerdeginum, morgundeginum, deginum í dag og það sem öndunaræfing gerir líka er einmitt, þú fer að telja og getur ekki verið að hugsa um hlutum í einu og það sem að faðirvorið gerir líka er ég átti að maður því eftir á er að þegar ég fyrir faðirvorið þá dreg ég andan stutt og svo faðirvorið þú sem þetta hinnum helgist nafn tilkomið ríkiverð því viljus við jörum sem himni og ég tala á þessu lengi sem þýðir það að ég anda stutt inn og lengi út. Kemur í sefkerfið þannig að ef ykkur þekkja það að fara með faðirvorið og byrja að geispa strax þá er það mögulega ástæðan fyrir því að það er ekki til að þessu leiðild fara með það heldur þú ert að lækka púlsinn og koma þér inn í sefkerfið og aðeins að gefa heilnum önnu verkefni með því að vera hugsa tölunar. Þegar við svo sofnum þá er lykillinn þar að sofa með lokaðan munn. Anda í gegnum nefið, það er ekki auðvelt fyrir alla. Ykkur hafa vanið sig á það vegna alls konar galla. Ég er með brotið miðunnes, ég er með, svona líffræðilega ekki með tólin í það að hafa geta gert það fyrst. Þannig ég ert að færa alls konar flækju með það með munnteip, með það enda dag þegar ég þarf þess. Svona, stykkjum í nefið til að opna fyrir nefið, þannig að ykkur er með kæfisvefn. En lykillinn er að geta anda með nefinu svefni og gerir það, gerir ekki. Þá er spurningin svo hvernig vaknar á mótnana. Vaknar út hvíldur eða vaknar með þurran munn. Þá ertu yfirleitt ekki að sofa á nefinu eða vaknar með þurran munn. Það er besta aðferðin til að venja okkur á nefunduna, það er að ná því á nóttunni. Skoða líka í börnunum ykkar. Eru börnunum ykkar að sofa á nefundun eða munnundun? Við hvílumst miklu betur, púlsinn er lægri, við höldum hitastiginu í líkamannum og það sem það gerir líka er eins og ef við skoðum bara nefundunum, við erum til börnunum okkar. Ef við skoðum er batnið að sofa nefinu, skoða líka bara að það var sjónvarpið. Hvernig hvíldast það er það með lokaða munn og anda með nefinu, því það er það sem við viljum. Ef ekki, mennum við á það í vöku, þá gerist það stundum automatist að fara að sofa, en þetta er þetta sem hlutum sem við bara búið til meðvitundina hvernig er ég að anda og hvernig get ég bæta. Það er til 1000 öndunaræfingar og ég ætla svona aðeins að lega ekki nokkur í viðbót sem geti hjálpað ykkur inn í daginn, við matarborðið, við að sofna fleira. Og það er mitt matarborðið sem er næst og þegar kemur að börnunum okkar og ég hafa persónulega 4 börn sem að eru mjög virk og mikið fjör í þeim og það er margir þekkinn úlfa tíma frá klukkan svona kannski 4:30 til fram að kvöldmat þar sem að mikið að vera, mikil þreyta, hvað er komin á leikskóla og skóla og mikil hasar heima fyrir. Við ætlum að elda kvöldmatinn og mögulega þurfum við aðeins pásu í það. Þá kannski fer eitt barn að horfa á sjónvarpið eða í iPadinu, í síman eða ykkur að gera eitthvað annað og tökum sem dæmi þessi snjalltæki. Ef að barnið mitt er að horfa á korpa sér í sjónvarpinu og allt svo var að borða, þá er það mjög erfitt vegna þess að korpa sér er bara eins og spennumynd fyrir okkur. Þá erum við ekki ástandi til þess að kannski melta matinn okkar. Við tölum polyvíkal, svona streituskala. Það erum við frá svona rest and digest upp í svona það sem streitan liggur. Það er svona skali sem við viljum helst vera komið niður á rest and digest. Það stig til þess að melta matinn okkar til þess að slaka á og bara það horfa sjónvarp í smá tíma á eitthvað spennandi að það förum við á streitusskalan. Ef við ætlum að fara á því ástandi beint í að borða er mjög erfitt. Þannig að ég notaði mataröndun eða kertablástur þegar kemur að
öndun hjá börnunum mínum og hjá mér sjálfum, kannski búin að vera hasar, nú ætlum við að sittast niður og þá er ekki alltaf ykkur að standa upp og það er ekki rosa mikill hasi að mataborðið, ná öllum ásöldi sama stig og njóta þess að borða saman. Og þá kom æfing sem heitir kertablástur sem er mjög einfaldur. Tökum við 5 kerti, öndum inn nefið og blásum hægt og rólega og slökkum á kertunum. Ef við gerum þetta 5 sinnum, heyra bara strax á röddinni minni, hann er ég að anda lengur út heldur en inn og ég slekka kertunum, þá fer ég aðeins niður streituskalann, aðeins úr þessu flóta viðbragði, fight and flight og aðeins neðar og neðar í átt að restin digest, það sem ég get mellt matinn minn og slaka á. Það sem er ekstra gott í þessu æfingu og þegar ég gefa þessa æfingar svona til þess að hjálpa er að börnin minna okkur á þetta. Börnin vilja gera þetta, börnin finnst þetta gaman og þau finna fyrir mun. Þannig að prófa þetta með okkur fyrir matatímana og þetta geti hjálpað. Næsta æfing snýr svolítið að tölunum líka, þessum 4-4, 4-6, hvað sem við erum að tala um og þessi æfing er þristurinn. Þetta er svo góð æfing fyrir skrifstofufólk eða fólk sem er kannski í mikilli sitjuvinnu, situr mikið í tölvuna eða hvað sem það er að þetta er æfing sem ég geri inn á vettinustunum á milli skota, sérst ég er markmann í handbolta og þegar það kemur sókn á mig þá er rosa mikill hasar og mikil læti og ég þarf að vera í svona ákveðin boltafókus og svona tunnel vision sem það kallast og svo fyrir boltinn yfir, við fyrir mín sókn þá þarf ég að endurstilla mig aðeins, þá þarf ég að stilla inn á mig og aðeins að endurstilla öndunum mína, endurstilla fókusin og svona víkka sjóndlæringin, svolítið svipað sem maður er kannski búin að vera að svara e-mailum alveg svolítið onni í tölvuskjánum og ætlum aðeins að bæði víkka sjóndlæringin, ætlum aðeins að laga stöðu líkamanns og öndunina. Þess vegna kallar þristurinn þegar tekur á þessum 3 vítum, líkamsstöðunni, víkka sjóndlæringin og ná ákveðin takt á öndunina. Hún er þannig að ég stend upp ef ég er sittandi, ég tek buttana svona upp 2, heldum aðeins og svo út. Fyrir í 2-faldaf og set svo olbúana niður eins og sé setja við rassvasan og það sem að gerist á í fyrsta lagi víkka sjóndlarhringin, þannig ég horfi beint áfram, horfi í gegnum puttana á mér, sé einu að fylgjast með þeim utanfrá mér, víkka þannig sjóndlarhringin, þannig ég er rauninni að gera þessa hreyfingu, svo fer ég í vaff og það sem ég geri hérna er að ég er að laga stöðu líkamans. Ég er kannski búin að vera svolítið mikið svona í tölvunni, ég er komin hér, press axlan aftur og set olbúana í rassvasan, geri þetta nokkru sinnum, svo anda ég takt á þetta og takturinn getur verið 6-2-8, það sem verður að anda í 6 sekúndur inn, svo höldum við 2 sekúndur og svo 8 sekúndur út. Þannig að ef við erum að tala um 6-2-8 þá erum við að slaka mögulega á, þannig að við erum að anda lengur út og inn. Ef við ætlum aðeins að gíra ykkur upp, ef ég er þreyttur í tölvunni, að gera eitthvað þannig, að þá vil ég taka 6-2-4, það sem ykkur bara anda mikið inn, held og svo bara stutt út. Þannig að þá getum við leikið okkur hvar við erum stödd, hvað ætlum við að gera, ætlum ég að gíra aðeins upp, ætlum ég að fá hans púlsinn á stað, eða ætlum ég að ná mér aðeins niður. Á meðan við erum alltaf að víkka sjóndlarhringinn, við erum aðeins að komast úr þröngsýnu tunnel visioninni í aðeins svona víðsýnni sjóndlarhring. Þegar kemur líka öndun, finnst mér gaman að tala um gírana 3, nú er ég búin að tala mikið um neföndun, en það er alveg staður á stund fyrir munnöndun. Það er til dæmis í íþróttum, það er til dæmis þegar maður er í miklum átökum, en við erum að vita það að við erum með 3 gíra. Við erum með neföndun, nef, við erum með nef og munnöndun og bara munnöndun. Gírinn 3, nef er bara inn og út nefið, annar gírinn okkar er og þriðji gírinn okkar er það mikilvægasta í þessu er að anda í takt við þörfina. Ég þarf, ef ég er að fara út að labba, þá þarf ég ekki að anda með munnum. Þá get ég ekki eftir nefinu, þá er betri súrumstu upptaka, þá er bara allt miklu þægilega. Hins vegar, ef ég er að taka sprett í handbolta, þá vill ég geta andað með munnunum inn og út. Fólk sem er í atvinnufólk í íþróttum, sem komir svona á hátt stig í íþróttum, þau er að anda eitthvað svona 50-50 með munnunum og nefinu. En alltaf þurfum við að anda í takt við þörfina og það er sérstaklega mikilvægt að við öndum alltaf með nefn þegar við getum það og það er heima fyrir, það er í léttum æfingum, það er í göngutúr og hvað sem það er. Eins og núna þegar ég er farin að tala mikið af fyrirlestrum, þá nota ég bara munnöndun. Þannig að ég þarf að fara til bíla eftir og aðeins anda meira með nefinu og gíra mig niður. Nú erum við búin að tala svolítið mikið um æfingar sem að snúa því að fara niður streituskalann. Í slökun, í fókusin, í svefnin og alla þessi hluti. En það eru líka til æfingar sem að koma henni ennþá hærra upp
og þá snýr það meira sem breath-hold æfingum eða haldi sér andanum æfingum og það æfingar sem maður skal fara að velja með til að byrja með og svona það kynna sér vel og vandlega en það snúast það að haldi sér andanum og lengja það viðbragð. Þannig eins og ef við ætlum að hækka boltskórið okkar sem við tókum í upphafi þá viljum við fara þennan æfingar sem að við þarf að halda sér andanum og lengja það viðbragð. Þá styrkjum við kerfið okkar til þess að halda koltvísýringnum inn í blóðstrauminu. Við erum meira bara að kenna líkamann að þola koltvísýringi betur. Þannig að ef ég er með 10 sekúndna boltskór þá er þetta æfing sem ég vil gera og vill bara leggja mikla áherslu á því að ef að öndunum mín er mjög óskilvirk þá er ég ekki að nýta súrefni sem ég er að taka inn ekki nægilega vel og er að anda mjög vitlaust og er að eyða orku í óþarfa hluti. Dæmi skrefæfingar er í göngutúr, maður er að labba, andar inn, andar út, grípur fyrir nefið og labbar 5 skref. Gera það aftur, jafna þig, heldur að labba áfram, andar inn, andar út, grípur nefið, labbar 5 skref. Hækkar á 5, 10, 15, 20 Þannig lengjum við þetta viðbragð, þannig sem tegjum aðeins á strautaviðbragðinu og verðum betri í því að hækka boltskóla okkar og það er til súrefnismettunarmælar sem er mjög gott að hafa á sér þegar maður er að fara í slíkar æfingar til þess að passa að maður sé ekki að fara í of lága súrefnismettun. Það er mjög erfitt í upphafi að ætla að halda sér andanum þannig að líði mann, líka minn kallar á það að anda miklu fyrir með þurfum þess þegar maður er óreyndur. Þannig að ef ætla að fara í slíkar æfingar þá er gott að vera með súrefnismettunarmæla og skoða eins hvað við viljum fara í því að maður vill fara í 86% súrefnismettun til þess að ná árangri sem æfingum en þú munt ekki fara neðarlega þannig að líði yfir þig. Þannig að þetta eru æfingar sem eru bara að fara í af varkárni en æfingar sem eru verið að nota mikið út í Bandaríkjunum núna, mikið á rannsóknum tengt þessum sem er mjög skemmtilegar til þess að sjá bara hvar við erum stödd og til þess að þola koltvísýringinn betur því hann er vinur okkar þegar kemur öndun. Ein svona öðruvísi og skemmtileg æfing svipað eins og svipað eins og 4-6 öndunin er tengist í að anda lengur út heldur en inn er hummið. Það sem að gera ekkert skemmtilegt er að eins og með það syngur lag þar sem að tónlistamenn fara á svið er eitthvað mjög kvíðnir og stressaðir svo byrjar að koma á svið þá slaknar hann og það er oft komið til þess að þú andar inn svo verður að syngja eitthvað það heldur lengi í andanum. Þetta er æfing sem er stólin þaðan í rauninni frá söngunum, það er hummið. Það sem að tónlistamenn eru ofta að hita upp raddböndin en vil ekki mikið að syngja vegna þess að það eyðir aðeins orku frá raddböndunum tekur aðeins á þeim þannig að með því að humma erum við aðeins að spara raddböndin en erum að virkja samt raddböndin við erum aðeins að kveikja á þeim og það sem þessi æfing er ekstra skemmtileg í er hann mjög mikið notuð í svo jóga og fleira svona í þessum takt og ástæðan fyrir því er að við erum að humma, þetta getur bífluguæfingin, þetta er Google hafa hluti en það er mjög einföld, andið inn og svo hummum við á leiðin út. Þegar ég gera þetta mjög mikið saman, þá er þetta enda skemmtilegra en það sem að gerist er að þegar við hummum þá erum við enda á að lengja þá erum við að gefa smá mótspyrnu þá erum við að ná að lengja útundina mjög mikið og það sem að gerist líka er að víbringurinn sem skapast í enn okkur hann er kvíðamingandi, hann slakar á þannig að þetta er æfing sem ég geði alltaf í sánu þegar ég er að slaka á þá tek ég þessu æfingu þar sem hún kemur alveg rosalega gott ástand. Þetta er hljóð sem þið heyri mjögulega í jógastúdíónum af ykkurum mönturum, alls konar hlutum og það snýst líka til öndunina að anda styttra inn, lengur út, hummið gera verkum að gamla þess að gleyma kannski að hugsanum og líka víbringurinn, hann er að segja heilunum bara slakað á, þetta er fínt, þetta er bara slökun. Það er svona svo loka æfing sem ég langa að kynna fyrir ykkur. Þetta er æfingar sem getur leikið ykkur með en fyrst og fremst þurfum við að búa til betri meðvitund hvernig við öndum. Er ég að anda muninum? Er ég að anda lóðrétt, lárétt? Þegar ég anda djúpt er ég þá að anda mikið eða að anda djúpt í alvörunni? Svo er þetta æfing til að prófa sig áfram með og auka meðvitundina og auka veljan því ég held að það sé mitt hlutverk í lífinu. Það er að miðla minni þekkingu, vera góð fyrirmynd og hjálpa að líða betur. Vonandi líður þér aðeins betur núna og vonandi ertu ennþá vel vakandi og ég vona að þú getur nýtt þetta til þess að verða betri andari. Takk fyrir mig.